Komið sæl. Hún sest hjá mér Sóley Bender, sérfræðingur í kynheilbrigði og prófessor við Háskóla Íslands og hún var formaður starfshóps velferðarráðuneytisins breytinga á lögum fóstureyðingar og fleira. Velkomin Sóley. Takk fyrir. Þið skiluðu þessum niðurstöðum ykkar til ráðuneytisins í síðustu viku, eða vikunni sem var að líða, breytingar á þessum lögum sem fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir og fleira. Og þetta eru lög sem sett voru árið 1975 og hafa lítið sem ekkert breyst á þessum rúmlega 40 árum. Ein af þeim breytingum sem þið mæli með, og svona kannski stærsta breytingin þannig séð, er svo að konur fái núna sjálfræði, það fái sjálfar að taka ákvörðun hvort það vilji gangast undir fóstureyðingu. Hvað þýðir þetta og hvernig er þetta breyting á því sem verið hefur? Já, það má í rauninni segja að ástæðan fyrir því að vera að endurskoða þessi lög er það að það er náttúrulega ákvarða langur tími liðinn frá því að þau voru sett. Og líka við þurfum að hafa í huga að þegar að þau tóku gildi á sínu tíma 75, að þá var þetta í rauninni málamiðlunartillaga út af því það voru aðilar sem að höfðu aðra skoðun og sem við vildu að konur væru frjálsar á þeim tíma að taka ákvörðun að fara í fóstureyðingu fram til loka 12. viku. Það náði ekki fram að ganga á þeim tíma og svoleiðis að þó að margir væru hlynntir því og svoleiðis að við þurfum átt okkur á því að það var til staðar eins og sé fyrir rúmlega 40 árum og meira segja landlæknir hér 1934 lýsti yfir þeirri skoðun sinni að honum fyndist það sjálfsagt mál og konur tæki ákvörðun sjálfar þetta í sínu lífi að eiga barnið ekki. Svoleiðis að út frá þessu sem sagt varðandi sjálfsákvörðunarrétt konunnar að hún sem sagt geti núna í rauninni gengið hún geti óskað eftir fóstureyðingu byggi það á sínu eigin mati auðvitað á fullan rétt á góðum upplýsingum. Hún þarf að geta tekið upplýsta ákvörðun þetta viðamikla mál í sínu lífi og þannig þarf allt kerfið að vera undir það búið að veita henni það eins og verið hefur. En það sem verið að leggja til er það er að hún þurfi ekki að fara í gegnum 2 fagaðila sem meta sem sagt, hvort að hún megi fara í gegnum þetta. Að þeir, sem sagt, það verði ekki þannig kerfi og annað að við þurfum ekki að hafa svokallaða úrskurðarnefnd. Málin hafa verið þannig að núna á seinni árum að eftir 2006 að þá hefur verið þannig að eftir 16 vikur, ef að konun komið lengra en 16 vikur, þá hefur öllum málum verið sem sagt vísa til úrskurðarnefndar. Konur sjálfar hafa lýst í yfir að þeim finnist oft það ferli vera mjög erfitt. Þau leggja líka til að tímamörkin verði lengd, sem sagt, núna áttu fóstureyðingar að fara fram sem sagt fyrir 16. viku, en þið vilja hafa það 22 vikur. Af hverju er þetta? Er þetta lengra eða styttra svona í samanburði við nágrannalöndin til dæmis? Til dæmis í Bretlandi, þá höfum við löggjöf frá 1967 og þar er fóstureyðing heimil fram til loka 24. viku. Í Hollandi er þetta miðað við til loka 22. viku. Í Svíþjóð, það voru lög sem tóku gildi á svipuðum tíma á okkar lög hérna kringum 1970, er að þar er miðað við 18 vikur. Að þarna með því að hafa þetta til loka 22. viku, að það náum við í rauninni að ef að til dæmis kona fer í gegnum fósturskimunarferli og við þurfum að fá ákveðnar upplýsingar það sem getur verið mikilvægur þáttur í ákvarðanatökunni, að þá sé það væntanlega allt komið. Og ég vil kannski bara ítreka það hér að það er afar sjaldgæft að fóstureyðing fari fram sem sagt eftir 12. viku meðgöngunnar. Og við erum að sjá sem sagt að eða yfir 90% er 90–94% eiga sér stað innan við 12. viku og innan við 16. viku er það 98% hér í 2015. Þannig
kannski sá ótti að konur væru síðan að skiluru framlengja þennan tíma og bíða með að fara í fóstureyðingu afar ólíklegt. Já. Sko bara fjöldi fóstureyðinga á Íslandi, hann hlutfallslega mikill eða lítill, eða erum við í rauninni á pari bara við svona löndin sem við miðum okkur við? Það er reglulega gerð úttekt á þessu Norðurlöndunum og í síðustu skýrslu frá 2013 að þá kom fram að svona sem sagt tíðni fóstureyðinga hér per 1000 konur 15-49 ára var 12,5 en meðaltalið yfir Norðurlöndin var 13,5 þannig að við erum í raunin ekkert eitthvað hærri heldur en á öðrum Norðurlöndum. Það er eitt sem að vekur athygli mína að þið viljið breyta hugtakanotkun í kringum fóstureyðingar og hætta einfaldlega að nota orðið fóstureyðingar og fara frekar að tala þungunarrof. Já. Af hverju? Það út af því að fóstureyðingar hugtakið gildislaðið hugtak og við sjáum það líka í nágrannalöndum okkar að það er ekki verið að nota svona hugtak þar. Í Danmörku svangerskapsafbrýð og í Bretlandi termination of pregnancy. Hvaðan kemur þetta? Af hverju tölum við fóstureyðingar? Það er bara góð spurning að hvaðan það upphaflega var komið og svoleiðis að þarna erum við kannski bara að samræma miðað við á öðrum stöðum að huga að okkar hugtakanotkun, hvað þetta varðar. Heldur að þessi hugtakabreyting muni svona breyta því hvað fólki, eða svona, breyta því hvað fólki finnst þetta, létta einhvern veginn tal, kannski kvenna sem að vilja gangast undir þá þungunarrof, þessa ákvörðun og í rauninni eitthvað, heldur breytir eitthvað hugsunarhættinum í kringum þessa aðgerð? Ég held að við séum kannski bara að segja að þarna inngrip í líkamanni í byrjun þungunar og þungunarhugtakið vísar til yfirleitt byrjunartíma. Við notum til dæmis hugtakið þungunarpróf og utanlands þungun. Þetta eru hugtak sem við notum einmitt í byrjun þungunar að aftur á móti meðgöngu hugtak eitthvað sem við erum oft miklu jákvæðra í tengslu við fæðinguna sjálfa og ganga með barn. Þannig að þarna í rauninni verið að leggja áherslu á þarna. Þetta í byrjun þungunar sem að einstaklingurinn stendur frammi fyrir þessari ákvörðun í sínu lífi og þarna eins og sé bara númer 1, 2 og 3 og eins og við leggjum áherslu á þarna í þessum tillögum það að staðið sé vel að allri fræðslu ráðgjöf. Þetta virkar fyrir mann eins og það sé svolítið bara verið að breyta löggjöfinni í samræmi við það hvernig samfélagi farið að hugsa þessi mál. Þetta er náttúrulega mjög umdeilt víða út í heimi, sérstaklega Bandaríkjunum, en miklu minna hérna. Nefndin var sett á stað í tíð fyrrverandi heilbrigðisráðherra, áttu von á því að núna ný ríkisstjórn og nýr heilbrigðisráðherra taki þessu vel og muni skila frumvarpi svona í takti við niðurstöður ykkar? Já, ég kynnti þetta fyrir núverandi heilbrigðisráðherra núna og reynda kynntu líka fyrir fyrrverandi heilbrigðisráðherra að það sem að tók langa tíma að mynda stjórn og svoleiðis að við hefum fengið jákvæðar undirtektir innan ráðuneytisins í sambandi við áframhaldandi vinnu og það náttúrulega væri gríðarlega mikilvægt að væri hægt áfram að vinna bara markvisst og vel í að koma þessu málefni í góðan farveg. Já, það er sannarlega von okkar sem við höfum setið í þessari nefnd að svo mjög vera. Langar að fara örstutt. Það er töluvert talað líka, náttúrulega bæði í lögunum og svo í skýrslunni ykkar kynfræðslu og meðal tillagna hjá ykkur eru að auðvelda aðgengi að getnaðarvörnum, bæði hormónagetnaðarvörnum og smokkum. Er þetta stórt og mikilvægt atriði þegar kemur það bara kynheilbrigði ungmenna á Íslandi? Já, ég myndi segja að við sjáum þetta víða í nágrannalöndum okkar, að fólk fær aðstoð í sambandi við þetta og til dæmis í Bretlandi erum við búin að hafa ókeypis getnaðarvarnir þar í áratugi.
Þetta mismunandi hvernig framkvæmdin í hverju landi, hvort það miðað við 20 ára aldur eða hvort það einhver önnur tímamörk og hvernig þetta skilyrt allt saman. En það sem við erum eiginlega að koma inn á þarna að í lögunum frá 1975 þá var þar minnst á það að ætti að stefna því að niðurgreiða getnaðarvarnir. Það hefur aldrei komið til framkvæmda. Nei. Og svoleiðis að nú þurfum við kannski bara að skýra það betur og svona aðgerða að binda þetta betur með ákveðna aldurshópa í sambandi við líka konur sem að standa höllum fæti í íslensku samfélagi og þannig að þetta sé bara skýrari línur hvernig við síðan vinnum eftir þessu. Já. Sóley, kæra þakki fyrir komuna og komist ekki með þetta lengra. Nei, takk. Við verðum hér aftur í Silfrinu að viku liðinni. Takk fyrir okkur.